Ef þetta fer að bresta á og í kvöld þá verður skorið niður síðasta sætið eða ekki? Jú, það verður valið í kvöld en við reiknum með því að þessi 13. sem að dettur út komi inn í heimaleikinn. Þannig að við notum allar 13 í þessum leikjum og skoðum og förum yfir það. Svolítið búið að vera að ræða að það eru sterkir leikmenn sem ekki kosta á því að taka þátt. Er það vandamálið við menntun ungra kvenna? Já, ég meina, en á móti kemur að þær verða vonandi bara betri að úti og þar sýndu það bæði Hildubjörg og Margrét að þeim hafi ferið mikið fram að úti og þannig að það er jákvætt og við erum að vinna eftir ákveðnu prógrami til lengri tíma og eins og KK er búið að gefa út og Hannes formaður hefur talað er það að við ætlum að komast á stórmót 2020 eða 2021 eitthvað svoleiðis. Þannig að þær eru auðvitað í því prógrami, þær eiga eftir svona 2 ári úti og þá koma þær heim að spila með okkur og þær verða með okkur í sumar í Norðurlandamótinu og þannig að plúsið náttúrulega við það líka að við fáum að skoða fleiri leikmenn og fleiri fá að sýna sig og svoleiðis, þannig að þó að það sé neikvægt að okkur vanti þær núna en þá er það jákvægt að því leyti að fleiri fá séns. Við erum að fara inn í verkefni sem er spennandi að því leytinu til að þetta er nú með sterkari þjóðum sem kvennalandslið Íslands hefur mætt. Ungverjarnir, leikmaður eins og Helena, hún þekkir það til en við erum í raun og veru að horfa á þjóð sem er að tefla fram jafnvel stóran hluta einungis atvinnumönnum. Já, þetta eru bara atvinnumannalið og Ungverjar og Slóvakar eru bæði lið sem hafa unnið á stórmótum. Þannig að þetta er ekki smá lið sem við erum að spila móti og þau hafa hæðina fram yfir okkur og eru grimm varnarlega en þannig að þetta er bara frábært fyrir okkur að fá að spila móti þessu þjóðum og þetta er, eins og segi, fyrsta skrefið í þessu verkefni sem við erum að vinna að og er frábært að fá að spila móti stærri þjóðum. Við verðum ekkert betri nema að spila móti betri liðum, það er bara þannig. Helena sagði í viðtali við Karan.is í gær, vonandi lærðu við eitthvað af strákonum þegar þú heyrir þessi orð, hvað heldur hún hafi átt við? Já, bara baráttuna og viljan sem að strákarnir sýndu og að við sýnum það líka. Hún er að tala um það að þær og allir í kringu liðið sýni þann baráttu og þann metnað sem að þar var og það var til fyrirmyndar allt í kringu liðið og leikmenn og þjálfara þar. Þannig að við vonumst auðvitað til þess að það verði áframhald af því og sýni það að við getum þetta. Og þeir sýndu það að þeir geta að spila á móti stóru leikmannum og bara með því að vera grimmir og skipulagðir og þannig að við þurfum bara að sýna það líka. Ívar, áður en við sleppum, hvernig hugnast þér þetta nýja fyrirkomulag að spila í gluggum? Jú, það er bara skemmtilegt. Núna erum við með leikmenn í fínu formi og ég er í leikformi í staðinn fyrir að spila á sumrin það sem að vantar leikformi hjá leikmannum. Kannski í líkamlegu standi en vantar leikform og en núna fáum við alla í leikformi sem er mjög gott og þannig að við getum notað æfingarna mikið í það bara að drilla það sem við erum að gera. Við þurfum ekki að vera að hugsa einhver aðra hluti. Þannig að það er mjög jákvætt og þannig ég held að það sé bara skemmtilegt. Við erum að spila körfubolta vertíð og þetta er gaman fyrir körfubolta áhuga fólk og ég vona bara allir mæti á miðvikudaginn eftir viku og hvetja okkur og styðja okkur. Ívar, góða ferð og gangi ykkur vel. Takk fyrir.